þessum síðasta þætti okkar af Motorhaus ætlum við að kanna aðeins hvað maður þarf fyrir vetrarsportið og fara í böggibílaferð með Adda Tryggva. En við ætlum að byrja á því að prófa 2012 módel af Chevrolet Camaro. Rétt fyrir snjó fenguðu það fregnir að það veri komin eitt svakalegasti Chevrolet Camaro landsins til Akureyrar. Ekki verið að ræða neina harðlem útgáfa af þessum bíl, en hann stútfullur af aukalutum. Í grunninn þetta 5. kynslóð af Chevrolet Camaro 2 SS sem búið að breyta alveg helling. Þú eru ekki ekstra það sem að meira ploss til þess að vera eitthvað hóstían. Skiptir líka hús bara. Þú veist, það bara 1 sentimeter á milli gíra, sko. Þetta geðveikt. Af hverju ekki allir bílar svona? Ha? Þú veist, hvað að frétta? Ef ég segi ykkur aðeins frá þessum bíl, þá þetta Semasjó bíl sem var fyrst á Semasjó 2012 og breytt honum fyrir það helling. Hann með gler í húddinu og öðrum stuðara. Hann á 22 tómmu felgum. Í honum Hurst skiptir, einhver G56 gírkassi örugglega. Og já, name it. Það keflablásar í honum. 700 kvík. Svo má ekki gleyma því að í honum svona Brembo bremsukerfi. Það kostar peninga. Og ég veit ekki hvað það kostar mörg þúsund $1000 meira að það standi Chevrolet á bremsstælunum. Önnur fjöðrun. Hvar á ég að stoppa? Svo það svaðalegt sound system í honum. Svo búið að dobla í honum stýrið, þannig að maður ekkert að snúa stýrinu. Tilbúinn keppnisbíl. Maður bara hálf smeykur bara að vera að keyra þetta. Aka þessum bíl eins og að drekka rjóma og hann þeytist í manni. What the hell, sko. Holy massa. Það ekki til hik í þessum bíl, hann bara maður bara passa sig að fara ekki hálsliðuna þegar maður gefur þessu dóti. Þvílíkt sem þessi bíl ljúgur, maður, það ekki hægt að orða það öðruvísi. Þetta næsta level, sko. Shit. Sama hvert maður fer, það snúa sig allir úr hálsliðinum. Allir, alveg! Nó, löggan, maður, eins gott að maður var slakkur. Áttu þess að ekki vona meiru, eða? Nei, djók. Fall in love.
Næst ætlum við að fara í böggibílaferð með Adda Tryggva, en hann hefur ásamt fleirum hér á landi verið að reyna fyrir sér ferðamennsku á svokölluðum böggibílum. Við byrjum að spyrja hann hvað bíllinn hans væri kraftmikill. Það eru til tvær gerðir af þessu bíl. Þessi er til Wildcat X og er 96 hestafl. Og svo er bara til Wildcat sem er 88, en þeir eru nákvæmlega eins nema bara eitthvað aðeins öðruvísi mótor. Og þessi hefur betri fjöðrun en hinn bílinn. Og þessi er með 27 tómu dekk. Hinnir kom orginal 24 tóm held ég. En hvað hérna, ef við förum í fjöðrunna, nú sé ég það alveg að þetta er ekki eins og Nissan Micra. Hvað, þetta er ekki smá stykki, hvað er þetta eiginlega, Já, sko, þetta eru bílar sem fjæðra yfir 18 tómur, sem er meira en torfærubíl. Já, hann er með 17 tómur fjöruna framan og 18 á aftan. Og þú getur eiginlega misboðið þessu hvað sem er, finnst manni allavega meira maður þorir. Finnst þú að þú keyrir á kantstein, finnur þú eitthvað fyrir því það? Nei, ekki kantsteinu með 1 metri á börðum, þú stekkur bara fram á því og er ekki var við þau. Ná, ok. Kostnaður við svona bíl, hvað kostar svona bíl? Þessi bíl eins og hérna, áður maður kaupir alla aukahluti og annað, er í kringum 4,5 milljón. Svo náttúrulega getur endalaust leikið, það er komin 500.000 kr. aukahlutir í þetta, sem eru ljós og önnur belti og varadekk og toppur. Og þessi grind hérna, er þetta orginal? Já, hún kemur orginal. Og þannig þetta er, þú getur keypt svona bíl á 4,4 milljónir með öllum gjöldum og mátt keyra á götunum. Og þarftu reyndar að vera með bílpróf. Já. Og þeir hafa vökvastýri, eða rafmagnsstýri svo kallar. Nú, ok. Þannig að allt sem þú færið upp í stýrið, þú finnur aldrei fyrir því. Og hann er alltaf léttur í stýri, alveg sem að hvað er þetta sé, í drullu eða snjó eða svoleiðis. Og slit á svona bíl er ekki mikið. Það er að fara í þessu stýrisenda kannski á, við höfum skiptum stýrisenda í þessum bíl, þá var að koma yfir 4 kilometra. Já. Og dekkjaslit, það slítur náttúrulega ekki mikið í dekkjum af því að maður er mikið að keyra náttúrulega á malarslóðum aðalega. Malar- og moldarslóðum. Og auðvelt að fá varaliti og allt það? Já, mjög auðvelt. Ég þekki náttúrulega ekki til umboðin en mér finnst mjög líklegt að sé mjög svipað í þetta, eins og í þessa bíla pantar á 3. og það er komið til Akureyrar á 5. frá Bandaríkjunum. Þannig að þú ert aldrei stopp mjög lengi allan í einu. En nú dettur mér eftir hug, að þú veist, ef það er torfærukeppni í Reykjavík, þá langar mér að bruna suður á bílnum. Rennir með það bara suður á þessu? Já, þú veist, það er náttúrulega leiðilegt að keyra þetta á malbíl. Þetta er náttúrulega opið, mjög. Og þú veist, þetta er svona, manni finnst kvín í þessu öllu, þú ert komin í 90 km hraða. En ef maður fær í suður, þá er það náttúrulega best bara að fara suður hálendið. Já. Náttúrulega keyrir þetta náttúrulega helmingi hraðar en bíl á malarslóðum. Þetta finnur náttúrulega ekki fyrir neinum grjótum eða neitt svoleiðis. Keyrir þetta bara fullur ferð. Hvað er þetta eða bensín og hlutir? Heyrðu, það er náttúrulega misjafnt. Þetta er svona frá eftir hvernig þú keyrir. Þetta er svona með 14 til 16 lítra, svona keyrir bara sæmilega á malarslóðum, svona 80 upp í 100. En svo getur náttúrulega keyrt eins og upp Eyjafjarðardalinn hérna, mikið að beygjum, mikið hægjaður og botnum til beygjum og keyra, þú veist, þá getur það alveg farið upp fyrir 20 lítra. Ok. En sem er kannski ekkert mikið með við snjósleða til dæmis. Nei. Þú ert að taka með bensínu svona túra? Já. Það er hægt að kaupa einmitt aukabúnað eins og þessi með festinga fyrir auka bensín. Þú tekið með 2-10 lítra. Þannig að þetta er svona æði sem er að brjótast út hérna og alltaf fleira og fleira að prófa þetta. Já, það eru bara núna á síðust 1,5 mánuði búin að bætast við 3 bílar hérna bara á Akureyri. Já. Og þetta er náttúrulega mjög vinsælt upp á það geti alltaf verið 2, þó sé náttúrulega háa þessu, þá getur samt alveg tala við hann. Já. Og er miðstöðið og svo útvarp og cruise control og acid, kæling og allt það? Nei, það er nú ekki miðstöð, en það er hægt að fá allt í þetta. Það eru til gamli menn sem vilja bara fá rúðu alla leið og hurðar upp úr og þá getur við fengið miðstöð í þetta. Já. En við höfum nú ekki
ekkert verið að sækjast mikið á Íslandi sko hérna. Nei. Þetta aðalega einhverjir húsbílamenn sem kaupa svona bíl í það. En eins og í gamla daga þá voru menn mikið að búa til buggy, að smíða buggy hérna á Íslandi. Og hver er munurinn á þessu og því? Ja, munurinn náttúrulega því að þessi bílar eru náttúrulega töluvert kraftmeiri. Já. En í gamla daga, þú veist, gaf kannski verið að smíða buggybíl í gamla daga sem var ekkert kannski ægilega kraftmikill. Og náttúrulega miklu gangvissari mótorar í þessu og náttúrulega eins og við komum fram hérna áðan með fjöðrunina. Þetta er ekkert líkt neinu í fjöðrun. Nei. Og náttúrulega mikið léttara væntanlega líka. Já, svona bíl er 620 kíló, ekki með neinu á. Þannig að þegar hann er fullur á bensíni og vatn og vökva verður kringum 700 kíló. Já. Sem er náttúrulega örugglega 400-500 kílón léttar en heimasmiðaður buggybíl í gamla daga. Já. Og myndirðu segja að þetta kæmi í staðinn fyrir eitthvað sport að sumri til sem þú varst í áður eða? Já, þetta er kannski, já, þú veist, maður var náttúrulega í hjólu mikið og ég er endur ekki í hjólu núna og þetta kom náttúrulega kannski pínu í staðinn fyrir fjórhjól líka. Eða svona í okkar allavega fjölskyldu. Hér getur þú bara tekið með þér vininn eða jafnvel konuna jafnvel, ef hún hefur gaman að því, í ferðir. Já. Og svo náttúrulega erum við alltaf að pröfa í vetur þegar kemur harðfinni og svoleiðis, þegar ekki hægt að keyra snjósleða og náttúrulega gaman að geta farið á þessu. Keyrt þetta já, nánast allt sennilega. Já, en ef við löbbum nú aðeins í kringum hann og segir mér til dæmis eitthvað hérna, þú veist, er eitthvað orginal hérna að framan núna til dæmis? Já, hann kemur, eina sem við erum búin að kaupa á þennan er rúðan og þessi ljós hérna, 4. Ertu að tala um þessa hérna rúða? Já. Er þetta rúða? Þetta er rúða. Er þetta ekki bara plast með lim eða? Þetta er nefnilega munar ótrúlega. Þegar þú setur inn í honum, þá ertu með vindinn í andlitið, en eins og þú heldur í stýri, ertu alltaf í logni. Svo getur þú fengið rúðu sem er helmingi hærri, sem stoppar hér. Ok. En svona litlir menn eins og ég, þeir sjá náttúrulega ekki yfir hana. Ég sest nú borð hérna í þetta tæki. Já, þessi hurðin er ekki vega meira en þetta. Nei. Þetta er sjálfur sér bara hlíf fyrir hendurnar á þér. Ef þú veltur eða svoleiðis, þá er grind inn í þessu plaststykki hérna. Svo átt að vera doldið, þetta á að verja þér axlirnar. Já. Þannig að þú lendir utan í einhverja já, og hvernig er með hendurnar? Þú hefur ekkert mist þær út neitt? Nei. Ég held að sé nú aðalega það, ef þú lendir í einhverju þá heldur mér fast í stýrið. Svo séð nú hérna, það er bara bremsa og svo er bensíngjöf. Já. Sem er nú örugglega meira notið heldur en bremsan. Já, já. Og hann er alveg sjálfskiptur. Þú setur bara, það er bara bakkir, háa og lága. Og yfirleitt keyrir hann bara í háa dreifinu nema að sé einhver svona, ef þú ert að dóla í einhverjum svoleiðis færi, sko. Þá ertu með lága dreif sem kemst samt í 70. Hann kemst upp undir 120 í háa dreifinu. Já, ok. Og þetta er bara svona svipað snjóslið, þetta er svipað kúplingar. Það er bara reim og hann fer bara á stað og svo sleppur gjöfinu þá bara fríhjólar hann. Svo séu að það er eitthvað svona, einhver handbremsa hérna sem er voðalega eitthvað stíf. Þetta er nú reynda fyrir farþegan sko, svo kallað dauðahald. Þannig heldur farþeginn sér. Já, ok. Þetta er ekki handbremsa fyrir hann? Nei. Nei, ok. Það er engin handbremsa á þeim. Það er bara park. Það er bara park. Hvað segir þetta? Hvað er að frétta þetta? Herru, hérna ertu bara klárið að fara af stað. Það er flugið? Svona þegar þú ert búin að setja það í beltið. Hvað hérna, ef við byrjum yngst þar? Hérna erum við með eitthvað ljósataka. Þarna erum við með kastar, þannig er aðaljósinn. Ok. Svo getur bara sett svissin á og sérðu hérna eitthvað. Já, birtast fullt af ljósum á drallinu. Já, þarna ertu með aðaljós og svo eru kastarar þarna. Já, ok. Og svo eru næstu kastarar hér. Alright, fullt af ljósum. Þannig að hann er mjög góður í myrkri. Og hér erum við með eitthvað skona mæli hérna. Er þetta aukabúnaður? Já, þetta er sem sagt hitamæli á reimina. Á reiminni? Já, af því að svo getur fylgst með hitanum. Ok, þetta er svona sjálfskiptu olíumælir þá? Já, þetta er svona svipað og sé sjálfskiptu bíl. Og þú vilt kannski að hann fari ekki ofar en 90 gráður eða eitthvað, en þarna viljum við ekki að hann fari mikið ofar en 45 gráður. Ok. Og þá er mjög, hann reynda kemur ekkert inn fyrir þú ert búin að setja hann í gang og svoleiðis og hann er búin að hitta í smá stund. Og svo erum við með hérna, eitthvað taka hér, er þetta að... Þetta er fjórhjóladrif. Já. Svo ítur þessum þarna niður, þessum hana, og þá læsir hann. Sem sagt, það er koni fjórhjóla og svo læsist hann.
Já, ok. Og þá ekki hægt að keyra neitt nema bara beint. Já, ok. Þá þetta orðið bara eins og toffari grind, alveg læst hringinn. Þannig að þegar að drepa köttin hljóðið kemur, þá keyrir bara beint? Já. Svolítið. Þá gerum við það. 2. Já. Ok, og svo erum við með hérna einhvern ARB. Já, þetta loftdælan, sem líka auka í þessum bíl. Ef þú snýr stýrinu núna, þá áttu að geta snúið í, svona aðeins. Já, það ekkert mál. Já, svo snýrið þið tilbaka og byrjar hann og drepur á. Og snýrið því svo. Þá festist það bara. Já! Já, þetta nefnilega mikill munur. Fyrstu svona bílarnir sem komu hérna, þeir voru ekki þessi tegund af bílrendar en önnur, þeir voru allir með bara vöðvastýri. Já. En auðvitað það náttúrulega eitthvað doblað niðri og léttara. En svo bara bylting þegar þetta kom, að hafa svona stýri, með svona rafmagnsstýri sem virka nákvæmlega sem ökustýri. Þetta fær aldrei neitt högg upp í hendunar. Þú ert alltaf með að keyra og keyrir á eitthvað, þá haggast aldrei stýrið. Nei. Og það mjög erfitt, þó að sé mjög skrítið, að fyrir heila dag í svona bíl, í alls konar djöflagang, halda alltaf margir bara að þetta ekkert mál, keyrir bara svona bíl og ekki svona þreyttur að því. En eftir heila dag, keyrir 400 km kannski upp á hálendið eða svoleiðis, í alls konar, reynir að keyra hratt út í beygjum og getur svoleiðis. Þetta tekur ótrúlega á. Maður eiginlega bara alveg sigraður þetta heilan einn dag. Ok, þannig að þetta ekki eins og að gera legacy á grýttum vegi? Nei. Ég þakka bara kærlega fyrir hennar reynslu, Axel, hann var frábær. Já, verðið að því. Þegar kólna fer í veðri tekur næsta baktería við af hinni, en það meðal annars vélsleðamennskan sem allir ættu að kannast við. En í dag fara sleðarnir lengra, hærra og hraðar en þið gerðu hér áður fyrr. Svo við ákveðum að kíkja á strákana í mótorbúðinni og forvitnast aðeins hvað maður þyrfti að hafa með sér í sleðaferð nú til dags. Það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 eru góði skór og við erum með nokkra típur. Þetta eru mjög stífir skór, þannig að þeir eru mjög hlýðir nummer 1, 2 og 3, mjög vasseldir, en það aðalega stuðningurinn í skónum sjálfum. Þannig að þetta ekki svo típiskir brettaskór eða? Nei, þeir eru klálega að meira lagt í öryggi hérna heldur en í akkurat þeim skóm. Og það sér hanna hérna gúmi til að hafa ekstra mikið grip hérna, þannig að ökumaðurinn hangi betur á ökutækinu sínu. Það ákveð öryggisatriði líka. Síðan það svona ef við höldum bara áfram upp, þá það hnésbelgur. Þetta alveg gríðarlega mikilvægt og gleymist ansi oft hjá mörgum sem fara á sleða. Af hverju hnésbelgur? Hnén eru ansi viðkvæm, bæði upp á það bara að fá vitlaust átak á hnéð. Það mjög auðvelt að slíta krossband. Það lásaðum, þannig að það þarf nú ekki mikið átak til þess að fá láta hnéð fara í öfu átt. Ég man ekki sirka hvað í kílóum. Og síðan náttúrulega það bara líka höggið sem kemur á spelkuna sjálfa. Og við færum okkur að í næsta. Hvað næsta á dagskrá í gallanum? Það brynjan, öryggisbrynjan. Þetta tekur við þessum höggum sem að stundum við lega sér stað og fáir stýrið framan á kassan. Og þetta sér hanna til að dreifa höggi, þannig að þú færð högg hérna, þá lendir höggið ekki akkurat hérna, heldur dreifist þetta svæði. Já, okay. Og fyrir utan þetta líka einangrað og hlýtt. Það líka flotefni í þessu sem að menn hafa talið verið öryggisefnið, þú lendir í vatni, lendir í krapa, þá þú síður á hættu að sökkva. En ef við færum okkur yfir í einhvern annan öryggisbúnað? Það náttúrulega hálskragar, það eru nokkra gerðir af þeim. Það bæði svona lettbreyskragar sem eru alveg fitta ofan á axlirnar, stór og mikill. Og það svona til að minnka líkurnar að maður hálsbrotni ef þú fer framfyrir á sleða eða hausinn það fyrstu sem lendir í snjónum.
Og síðan eru bara svona venjulegir litlir þunnikrar sem við seljum rosalega mikið af. Kosta einhver stærri kringum 10.000 kall. Þetta er bara þess að minnka líkurnar ef það kemur stór sveig á, að minnki líkurnar á. Það er ekkert heillandi að tala þetta en það er svona gott að pæla í þessu. Akkurat. Svo bara hlý ullaföt, alveg hanskar, náttúrulega utan yfir flíkurnar, hlýjar og vasseldar. Já. Og hjálmurinn náttúrulega. Það má aldrei vanta náttúrulega, frekarinn. Eiginlega helst ekkert af þessu, en þetta er náttúrulega lykilatriði. Þú vilt aldrei sjá vélsleðamenn án hjálms. Nei. En það bara lagalega má það ekki. Það skilja. En nú vænti ég þess að þú sittir eitthvað framan í þig þarna í stóra gapið í hjálminum. Þar til gerð gleruðu sem að passa akkurat henni, það segir sem okkur sjálft. Ekki þessi. Ef við rennum að séu merkin, nú eru þið ekki með eitt merki, eða? Við erum fleiri. Já. Það eru svona helstu merkin sem við erum með er FXR, það er náttúrulega langstæst. Já, til dæmis. Og síðan er það Tobii í ísliða fatnaðnum og þá er það mest núna síðustu 2 ár. Þá er það heilgaladir, þessir monosút svokölluðu, svona pínu Teletubbies lúkka og það er margir tekið eftir þessu síðasta vetur. Svona kraftgala stemming. Já, kannski ekki alveg kraftgala, þetta er aðeins flottara en það en það er svona, þetta eru þannig liti, þetta eru lillablár, bleikur, appelsínugulur, gulur, grænn, þetta er allt svona sem skeið sig úr í hvítu umhverfi. Og eru þeir ekki frekar þunnir? Ég meina, er það bara nóg að vera í ullafatnaði síðan og þessu yfir? Er það bara alveg nóg? Já, FXR eru svona, þeir eru með 3 típur mistikkar en Tobii helst oftast bara við alveg næfur þunna galla en efni er bara svo þétt að það fer ekkert í gegn og það er alveg saman, við erum búin að pröfa þessa galla í Ameríku í yfir 3000 metra hæð í 16-17 stiga frosti og manni verður ekkert kalt nema og stoppi bara mjög lengi, klukkutíma 2. Og svo er það líka þannig að þetta er ein skel, það er sérst opið upp úr og niður úr og ef þú ert í ullafatnaði, þú ert að hreyfa líkamann og líkaminn nær að hita allan hennar flöt, það er að segja að það er ekkert lokað á milli og þetta gerir það verkum að það er hægt að nota þetta í þessum kulda. Snjóflóðabúnaður. Hvað felst í snjóflóðabúnaði? Hinn heilaga ferna. Það er snjóflóðastöng, það er skófla, það er snjóflóða bakpoki og það er snjóflóða ílís. Og hvað gerirðu með allt þetta, Dótt? Ílegin er náttúrulega fyrst og fremst leitartæki, bæði fyrir því til að leita félaginu sem verður undir flóði og eins náttúrulega fyrir til þess að láta finna þig ef að þú ferð undir. Er þetta semst eitthvað sendir þannig? Í grunninn er þetta bara sendir og það er alltaf kveikt á honum. Leið og setur hann á þá kveiknar á honum. Og leið og þú lendir í flóði þá er náttúrulega átt þú ekkert við ílinn sko. Ekki það sé fyndið en. Það er ekki semst ekki hægt að fara í sneik í honum? Nei, ég er enda veit það ekki. En allavega þannig að félagarnir þeir náttúrulega ræsa á sínum ílum leið og sjá að það vantar einhvern mann og geta leitað og þrengt hringinn ansi þröngt. Þetta er bara, ég man ekki hvað frávíkin eru, þetta er eitthvað 10 cm eða eitthvað sko. Okay. Og þá er það stöngin sem hann notar, ef þú ert búin að ná að þrengja aðilann út hvað hann er. Og þá notar þessa stöng til þess að leita og þú bara stingur henni niður og þú náttúrulega verður var við. Hún er alls ekki oddhvöss, þannig að þú ert ekkert að fara að slasa neitt. Og þetta gefur þér svona líka pínu hugmynd um það á hvaða dýpi aðilinn er. Áður en að þú lætur vaða náttúrulega út að það myndast örugglega mikil hræðsla og panikk. Þannig að þá allan að veistu hvað mátt láta vaða með skóflunni. Þú vilt ekkert bara finna mannin og síðan reka skóflunni í snjóin sko. Og síðan náttúrulega þessi nýjastu búnaði sem við erum með, það er þessi bakpoki. Þessi snjóflóða bakpoki. Og ef þú ætti að keyra og þú sér og lendir í einhverju flóði, þá reynur að ná í hennan gikk sem er hérna, sem er ansi auðveldur. Og þetta er nú, maður sjá. Jáhá. Og þarna verður flottið algjört? Já, allavega töluvert meira og eykur lífslíkunar alveg mjög mikið. Tölurnar kannski fullháar, þeir segja 98-9% en þetta allan við vitum það, þetta menn hafa verið að fljóta upp úr með þessu hérna bara heima. Þannig að þetta lýsa þessu mjög auðvitað þá er það bara, ef þú tekur krukku og setur sand í hana, möl og síðan steina og hristir krukkuna
stóru steinarnir enda alltaf efst. Það er bara því stærri sem það verður, því meiri líkur að fara upp. Þannig að ég þyrfti raunverulega ekkert póka. Nei, þú ert bara góður. Men og í þetta setur náttúrulega stöngina, skófluna, þú ert með ílinn náttúrulega áður, utan yfir trekkvestið. Síðan getur þú sett nesti í þetta eða hvað sem er, úst. Þetta er smá pláss í þessu. Hvernig eru jólagjafinnar í ár? Komdu heill heim? Hinn heilaga ferna, yfir og út. Þannig andar síðasti þátturinn okkar í Mótorhaus þetta sumarið. Hver veit hvað næsta sumar ber í skauti sér? Takk og bæ.